Komið þið sæl og verið velkomin í Sagnagarði í Gunnarsholti. Að þessu sinni verið rætt við þá Finnboga Magnússon og Guðmund Þorvaldsson. Finnbogi stýrir fyrirtæki sem heitir Jötun Vélar en Guðmundur bóndi á Bíldsvelli. Finnbogi ætlar að segja okkur frá ýmsum tækninýjungum í landbúnaði sem sannarlega geta skipt máli frá sjónarhóli umhverfismála og landgræðslu. Þar komu jafnvel hjólbarða við sögu sem og að sjálfsögðu rafmagnsknúnar dráttarvélar. Eins og fyrr sagði þá býr Guðmundur á Bíldsvelli, nánatiltekið á Bíldsvelli 2, en ábúendur þar og eins og Bíldsvelli 3 fengu landgræðsluverðlaunin 2013. Ég hitti Finnboga í húsnæði fyrirtækisins á Selfossi og þar sem hann stóð við gríðarstóra dráttarvél. Það var því eðlilegt að fyrsta spurningin væri hvort orkunotkun þessara véla, eða véla þessu tagi, muni ekki taka breytingum á næstu árum og áratugum. Já, það rétt. Það gríðarleg þróun í þessa veru og búin að vera undanförnum árum. Kannski byrjaði þegar að menn fóru að sjá fram á að olíuverð myndi hækka og olía væri ekki eilíf sem orkugjafi. Og það sem við erum að sjá að við sjáum þetta náttúrulega í bílum, að það að koma nýjir bílar á hverju ári og sem eru verða betri og betri. Það sem stendur þessari þróun kannski mest samt fyrir þrifum í dag skortur á geymslugetu. Það að segja rafhlöðunar get ekki geymt nógu miklu orku. En þarna samt sem áður á sér stað gríðarleg þróun líka og bara á 2 árum hefur orðið 2-földun í geymslugetu rafgeyma. Og ef að við sjáum stór skref í þessa veru til viðbótar, þá kannski ekki orðið nema 5 til 10 ár í að við förum að sjá traktora keyrða á rafmagni. En önnur efni eins og lífdísel til dæmis, það eitthvað sem geti jafnvel komið svolítið fyrir? Sko, lífdísillinn eitthvað sem menn hafa verið að stunda íblöndun í dísilolíuna með lífrænum olíum. Það svona samt eins og að sé ekki eintóm gleði með þetta. Það að segja, það eins og að það virðist vera erfitt að staðla þessa vöru, þannig að nýjir mótorar sem eru gerðir til að uppfylla nýjustu mengunarreglugerðir virðist svona ekkert vera allt og sælir með þessu olíu. Það að segja, virðist vera svolítið erfitt að samræma endingu þeirra við þennan orkugjafa. Þannig að íblöndun upp á 5-10% með lífrænni olíu virðist alveg ganga og lífræn olía getur á gömlu mótoruna þetta allt í lagi, þeir éta þetta allt saman en þessi nýju hátækni mótorar, ef við getum kallað svo, eru svona ekki ofhrifnir af þessu. Þannig að hvort að menn komast yfir það þorir maður ekki að segja en það hefur verið þróun í þessu átt en hún virðist hafa staðnað aðeins þarna. En varðandi metangas, hreinsun á því dýr eða ekki? Jú. Og draumur manna í upphafi fyrir 10-20 árum var sá að geta farið að nota búfjár eða haughúsin sem orkugjaf uppsprettu fyrir dráttarvélar og tæki á búinu. Og þar voru menn að horfa þá að taka hauggasið og hreinsa það og setja það svo á tanka bara á vélunum. Það eru nokkrir þættir þarna sem að flækja málið. Fyrsta lagi þá kannski gasframleiðslan frá hefðbundnu kúabúi eða sauðfjárbúi ekki mjög mikil. Það mun meira til dæmis frá svínabúum og slíku. En vissulega er þetta að auka þetta bara með íblöndun á öðrum lífmassa í haughúsin. Næsti þröskuldur, eða næsta hindrun sem við rekum okkur á, svo að hreinsunin, þetta hauggas, ekki hreint metangas, þannig það þarf að hreinsa og það hefur verið mjög dýrt fram til þetta en þarna erum við eilíft að leita nýjum lausnum. Að því gefnu að þetta gangi svo, þá þriðja hindrunin að fyrirferðin á gasinu. Að ein orkueining í gasi margfalt fyrirferða meiri heldur en orkueining í dísilolíu og þar að leiðandi þarf gríðarlega stóra tanka eða geyma til að ef við erum að horfa á venjulega dráttarvél, til að geta geymt nóga gasi og eins ef það þarf að vera að flytja þetta á milli bíla eða svæða. En það sem hafa verið að gera og kemur aftur inn á rafmagnið, þróunin undanfarin ár hefur verið svo meiri í þá áttina að menn horfa á að vera með sérstaka gasmótora sem geta brennt þessu hauggasi beint
óhreinsuðu og nota þá til að við rafala það sem við framleiða rafmagnið. Og þá erum við konum með rafmagnsmótorinn aftur, eða rafmagnið aftur sem orkugjafa. Þannig að í staðinn fyrir að nota búfjárábyrgðin eða gasið, hauggasið beint, að þá erum við að nota, horfa núna að brenna hauggasinu í mótorinn sem hannaðir til þess og þola það, búa til rafmagn og sem að menn ýmist selja inn á netið eða tappa af á sínar vélar og bíla. Þessi tækni rétt handað við hornið? Það er svo erfitt að segja, sko, framfæri gerast oft í svolítið stórum skrefum og það sem að ef við horfum á rafmagnið þá það er geymslugeita rafgeymana. Menn að reyna mikið í dag og það miklu peningar settir í þetta og þetta getur gerst mjög hratt ef menn finna rétt uppskriftina, en svo getur það tekið líka heldur lengri tíma. En 5-10 ár, ég til það ekkert óraunhæft að þá séum við fannir að sjá rafmagnstraktora svona í litlu mæli. En tæknin lætur ekki að sér hæða. Daginn náðist að tala það á Akureyri og fundi sjálfkeyrandi dráttarvélar. Hvað það eiginlega? Það tækni aftur sem er fullilega raunhæf í dag, alveg eins og fólk hefur tekið eftir með sjálfkeyrandi bíla. En það sem við erum að fara að sjá núna gerast meira og meira að ökumenn eða verði óþarfir. Það sem stendur þessari þróun fyrir þrifum ekki tækniskorturinn, það meira lagaumhverfið. Má láta traktor eða bíl þess vegna keyra einan út á vegi eða þarf að vera ökumaður til að fylgjast með því. Þetta eru svona spurningar sem að yfirvöld eru að svara og menn eru svona velta fyrir sér á heimsvísu hvernig eigi að taka á, en í raun öllu tæknibúnaðar orðið til staðar þó að vissulega eigi eftir að verða eitthvað meiri þróun í því, en í dag eru menn að nota traktora og keyra þá eins og á stórum ökrum og svoleiðis út í heimi, þá eru traktorinn að vinna náast 99% sjálfir og eru með stór tæki aftan í miklu nákvæmari heldur en ökumaður gæti nokkru sinni verið. Þannig enn sem komið þá þarf ökumaður að sitja í húsinu og þó hann sé bara á YouTube eða Snapchat eða einhverju slíku, að þá þarf ökumaðurinn að vera þar og bara til að hafa eftirlit. Eitt vandamál sem að fylgir þessum stóru vélum eins og til dæmis stendur við núna er þyngdin annars vegar og hjólbarðurinn hins vegar. Þjöppun jarðvegs vandamál ekki saman? Það stórt verkefni, það er það og menn hafa verið svolítið lokaðir á þetta framöndi þetta, það sem að því að eins og ef við horfum bara hér á landi þá horfum menn til þess að frostliftingin á veturnar myndi alltaf bjarga mönnum, en gallin náttúrulega, og nú sé ég galli en það auðvitað kostur að það alltaf verða betra og betra veður hjá okkur og þar af leiðandi frostliftingin kannski hlutfallslega minni en hún var. Og síðan hitt að umferðinu túnin að verða mikið meiri á mikið þyngri vélum sem að hafa áhrif miklu dýpra í jarðveginn. Þannig að þessi yfirborðsþjöppun sem varð með léttum tækjum áður sem frostliftingin vann á móti, hún ekki orðin þjöppunin orðin mikið dýpri í dag og minna frostlifting, þannig að við erum að glíma við þjöppun og þetta ekki bara hér á landi. Við erum að horfa á allan heim að þá eru menn að verða meðvitaður að fyrir uppskjörutjón eru oft á bilinu 10-20% af bara út af þjöppun og vegna þessa þá hafa menn farið að horfa á leiði til að bregðast við þessu og það sem að það nú dekki sem snerta jörðina, þá það þeir dekkjaframleiðendurnir sem að sýna þessu áhuga og við erum að sjá koma í dag dekk sem að hafa alla eiginleikarinn eins og góð jeppadekk, þar að segja það að hleypa vel úr þeim á þess að við missi eiginleika og við erum að sjá til dæmis nýbúin að sjá núna dekk frá til dæmis eins og Michelin koma það sem að fótsporið, þar að segja svæðið sem að dekki stígur niður á 30% stærra ef að það lítið þrýstingur í dekkinu heldur mikill. Þannig að sama vél miklu léttari ef hún á landinu og treður mikið minna og veldur minna tjóni ef að þessi dekk eða önnur sambærileg dekk frá öðru framleiðendum eru notuð.
En útskýrðu aðeins betur fyrir þeim sem að horfa á þetta, hvaða tjón það sem að þjöppuninni veldur? Já, sko þjöppunin, það sem að gerist við þjöppunina að jarðvegurinn treðst og þegar að jarðvegurinn treðst niður að þá í raun stoppar svolítið öndunina hjá plöntunum. Það að segja, rætur plantna þurfa súrefni. Það þurfa líka góðan aðgang af vatni og þannig náður til sín næringarefnunum. Þegar þú treður landið, þá hættir vatnið að leita niður og frekar fast á yfirborðinu og veldur þar frekar svellskemmdum og svoleiðis ef það hætta á veturnar. Og túnin verða miklu blautari og það verður erfiðari yfirferðar. Þannig að þetta verður oft vítarhingur, þar að segja landi byrjar að tróðast, það verður blautar og eftir, menn halda áfram að keyra það því þeir verða að gera það til að sinna sínum búskap og þá treðst það meira og það verður ennþá blautara og svona gengur þetta og þetta orsakar svo að nytjagrösin okkar deyja eða verða verulega uppsköruminni. Þjarkar að koma inn í landbúnaðinn. Já. Ég held svo rétt og bara segja okkur, hvað þjarki? Þjarki tæki, oft á tíðum þetta tiltölulega lítil tæki í dag, en þetta eru tæki sem geta framkvæmt ákveðnar aðgerðir algjörlega sjálf. Þú forritar þau og þá gera þau ákveðnar aðgerðir algjörlega sjálf, eins og einu sinni kolluðu við þetta hálfgerð vélmenni. En þjarkar á hjólum sem að í kringum landbúnað, það eitthvað sem við sjáum orðið dálítið í kringum garðyrkju og þar eru menn að til dæmis að láta þessa þjarka raðhreinsa grænmeti til dæmis og þá þekkir þjarkin úr nytjaplöntunar frá illgresinu og hreinsa illgresi frá, reykja að slíkt jafnvel á sama tíma og svo eru menn að horfa á að þessi þjarkar geti líka og séu fannin að geta valið tekið upp grænmeti eftir stærð. Það að segja, þú í raun sest bara við tölvunni inn á mótni, segir mér vantar þessa stærða gulrótum eða mér vantar þessa stærða róum eða káli og þjarkin fer og sækir það út í garð hjá þér og kemur með það aftur á þess að mannshöndin komi hvergi nærri. Þannig að þetta sjálfkeyrandi fyrirbæri? Algjörlega sjálfkeyrandi og sjálfur bara forritað af manni einhver staðar sem getur þess að vera langt í burtu. En þetta eru þá knúið með dísilolíu? Yfirleitt þetta rafmagns, þetta það lítil tæki og þurfa ekki mikla dráttargetu, þannig að yfirleitt þetta bara rafgeimar og finnur svo með háskerpu myndavélar sem það nota til að bæði rata og þekkja úr illgresi eða þær plöntur sem það á að velja svo framvegis. En þetta flytur okkur eiginlega beint yfir í drónana því að það líka tæki sem að eru farin að sjást í landbúnaði. Og hvernig í heiminum nota bændur dróna? Bændur eru kannski ekki fannir að nota mikið drón í dag en ég trúi því að það liggi gríðarleg tækifæri í notkun dróna og við náttúrulega, menn hafa nú hort á þetta svolítið svona sem leiktæki fram að þessu en það sem að byltingin sem við erum að sjá að þarna aftur að koma rafhlöður sem að geta gert það verkum að þessi drónar geta verið sæmilega stórir og flogið jafnvel í 10-20 mínútur í einu, stutt í að þeir geti kannski flogið í hálftíma, klukkutíma. Við erum að horfa á að ef ég á að taka bara eitthvað svona sem mér finnst liggja nærri, að þá eftirlit með búfénaði án þess að búfénaði verði raun var við, hvort sem það eru nautgripir út í haga, hrossastóð eða kindur, bara geta fylgst með úr lofti án þess að gripinir nemi það nokkru sinni. Við erum farin að sjá í dag dróna nota töluverð varðandi að fljúga yfir akra, sérstaklega akra, til að nema hvort að það eru skortseinkenni í gróðurinnum og einhvern hátt eða hvort að það einhverju sjúkdómar eða hvort það vantar hreinlega meiri áburð. Þeir fljúi yfir með mjög næmum myndavélum og nema útgeislun og litabreitingar í grasinu og þetta færðu heim í tölvu. Þú tekur þessi gögn í tölvunni, setur þau inn í tölvuna í áburðardreifaranum þínum, til dæmis ef það vantar áburð
og hann ber á þá samkvæmt því hvar vantar mest og hvar vantar minnst. Með þessu nýtiru náttúrulega bæði hjálparefnin eða það sem stundum kallað eiturefni mikið betur og eins getur bæði getur nýtt áburðin betur, þó að ég var að setja áburð að vantar ekki áburð og og færið meiri uppskeru. En svo líka að setja einhvers konar skynjara á þessar vélar alla saman eða ekki sem að dreifa áburðinu. Skynjara sem að lesa landið og stýra áburðarmagninu sem fer á það. Við erum farin að sjá, menn gera þetta, þannig aftur, ef við erum að horfa á drónana, vandamáli með að þeir get ekki borið nóg og rafhlöðu getan enn of lítil, en menn að horfa á leið og rafhlöðunar verða heldur stærri, að þá fara að vera vel raunhæft að nota þetta til að úða, hvort sem það áburði eða einhvers konar hjálparefnum, og drónin í raun bara nemi gróðurinn og hann út frá því þá taki hann ákvörðun að ætlar hann að úða, annarkvort til að drepa illgresi eða þá til að bæta aðeins á áburði. Þetta er ekkert langt úti, eins og segi, leið og það eru rafgemanir, eins og við byrjuðum í upphafi, það eru rafgemanir, geymslugetan sem svolítið að stoppa okkur í dag. En þessi mikla sjálfvirkni, hún sem sagt allstaðar að koma inn og bæta meðferð lands þar leiðandi og bara nýtingu jarðarinnar. Ég meina, þessi tækni og við sjáum það bara í okkar daglega lífi, við erum að sjá nýja hluti sem okkur hefði ekki dreymt fyrir örfáum árum og þetta að koma, þetta komið og þetta mun koma á enn meiri hraða á komandi árum og ávinningurinn betri nýting auðlinda, meiri uppskera og sem þar að leiðandi hjálpar okkur því alltaf fjölgar okkur. Og nú ykkur sögunni í Bíldsfell í Grafningi, en þar hitti ég fyrir daginn Guðmund Þorvaldsson, en hann býr á Bíldsfelli 2, en eins og kom fram í upphafi þá fengu ábúendur á Bíldsfelli 2 og 3 landgræðsluverðlaunin árið 2013. Ég spurði Guðmund í upphafi hvort ekki verið langt liðið síðan hann tók sín fyrstu spor í landgræðslu á Bíldsfelli. Jú, ef við kallaðum landgræðslu, þetta byrjar á því að það verið að safna fjósmóði og öllum heyrusli, það því kyrkt í Rofabörð og þannig til að bæta landið, að græða upp rof, því hér var víða Rofabörð og auðir melar. Voru aðstæður hérna þá að þessum tíma sem þú ert að alast upp hér á Bíldsfelli, var þá ekki landið talsvert öðruvísi heldur en það núna? Jú, það var, hérna á þessu svæði var mjög fjármargt, það var margt fyrir hérna bæði á Bíldsfelli og bæði hér í kring, þannig land var mjög mikið bitið og mikið notað, þannig að það þoldi illa álag. Þá hafa nú hefur líka verið meira fyrir hérna heldur en núna. Já, það hefur gjörbreyst, það er fátt fyrir í Grafningnum núna á móti sem var á þessum árum þegar ég að byrja búskap. Segðu mér, hvernig eru aðstæður hérna þá til landgræðslu til þess að græða upp gilin og Rofabörð og slíkt? Þetta hér það má segja gróður, moldin sé mjög djúp, það getur verið mikil. Rofabörð getur verið margra metra, 5, 6, 8 metra há. Þannig gil eru mjög djúp og erfitt að græða, brött og rennur mikið úr þeim með það mikla rigningarna. Þá skólast mikið mold niður og það vinna og var til að byrja með þá var bara farið handsáð í þessi börð og var þannig byrjuðum bara úr fjölskyldu helgar og fólk safnaði sér saman og var farið stóð fjölskyldan í að bera áburð og grasfræ í börð og síðan var kannski grillaða kvöldi til en þannig byrjar svona alvöru uppgræðslan. Þið hafið fundið þá þörfina fyrir því að fara á stað? Já, ásýnd landsins, hún var okkur ekki að skapi. Okkur fannst þessi Rofabörð, þau voru ljót og voru sífellt að stækka. Þetta var alltaf að ágerast meira og meira rof með hverja árinu sem leið. Þannig með því að fara
sá í þessi börð og sérstaklega stoppa niðri þar sem að vatnið rann fram að þá stoppaði moldin og smá saman fór gróður að festast í þessum börðum, byrja neðst og svo færi þessi smá saman upp eftir sem að farið oftar og sáði í þessi börð. Hvað heita þessi fjöll sem við sjáum hérna? Hvað það sem ég sé til dæmis hérna? Þetta er nú kallað Bíldsfellið en er reyndar hlutafi heiti Björk. Já. Björk og svo er Fjallaskarð og svo er það Bíldsfellið. Bíldsfellið er hérna aðeins austar eða norðar. Og það svæði sem þið hafi verið að græða upp, er það handan við þetta? Já, það má segja þessi beggja vegna og ofan á því líka alveg. Það er þræðum eftir bara toppnum á því. Þetta er tildulega lágt yfir sjó, þetta er eitthvað 130 metrar eitthvað svoleiðis, þannig að þetta er ekkert í mikilli hæð, en það er ekki vandamálið í sjálfu sér. En það er samfellt rof eða gróðurlítið þarna uppi og það er spennandi að sá í það og binda það og það er alveg að takast. Já. Það er alveg gengur ágætlega að fá gróðurþekju þar. Og hérna erum við að tala áfram? Já, áfram alveg það er hérna og það má segja að það sé að toppun á þessu sem við sjáum hér og handa við það líka. Við erum komin í, þetta er svolítið kannski sérstætt að því leyti til að þegar þú kemur hérna upp á Bíldsvelli þá ertu komin, það er svo lítil niður hinum megin, þú ert komin svo mikla hæð þar. Bara landið hækkar og það er bara móar á bakvið Bíldsvelli, nánast í sömu hæð og Bíldsvelli er. En það er víða bratta sem þið hafi verið að vinna ekki það? Jú. Og þið hafi orðið að bakka dráttarvélunum upp í börðinu eða eitthvað? Já, það er einu möguleikin til að komast þetta, það er að læðast aftur og baka upp og svo verður að keyra á niður, ská niður og þannig siksakkast í brekkanum. Þetta er seinlegt? Já, en þetta er til að skemma ekki að þá er þetta einu möguleikin. Það er ekki að keyra þvert á þetta er of bratt til þess og ekki að keyra upp því þá vélina komast það ekki áfram. Það verður að bakka. Já, þetta er heilmikil vinna en þetta er árangur líka og það er það mikil árangur að ánægja en hún vinnur allt saman. Okay. Það er bara tómugróði. Þannig að landið ykkar, það er ekki þannig að þið getið farið með vélar það og gert hlutina í kvelli, það er ljóst að... Nei, það er víða mjög erfitt yfirferðar og við byrjum á þessum börðum sem var nánast handunnið allt saman og svo síðan meir koma alltaf betri og öflugri vélar til þess að læðast landið án þess að skemma og þá var farið að nota þær eins og hægt var því að árangurinn var margfaldur á móti handavinnunni og mun léttara en vissulega eru svo á milli rófabarði eru melakollar og annað sem var hægt að nota vélar á og þeim alltaf gert. Já. En þegar þú hefur búskap hérna og kannski fyrr, þá hirtum en allt móð og allt sem kom undan greipunum, ekki það? Jú, ég man ekki eftir öðru bara frá því að bara ég byrjaði hér og faðir minn, hann tók alltaf bara móðpoka í börðinu, fór með þetta í ykkur rófabörð og nýtti allt slíkt. Þetta var að þótti synd að henda nokkru tuggu. Þó væri væt. Já. Fluttuðu það þá á kerrum bara strax og það féll til? Eða? Já, það var safnað saman kannski einhverja daga og síðan var þetta bara keyrt út hvort við maður sumar eða vetur. Já. Og moka bara með gafli í börðinu og þetta er öflugasta uppgræðslan, það eru svona heyreykjur og mótraslaðir. Það lifir í mörg ár af því að græða upp úr því á mörgum árum. Spurður þú sjálf eða ekki stundu þessar spurningar hvers vegna heiminum er í að þessu? Jú, vissulega því að landið er erfitt eins og við komum að hérna fyrir. Það er mjög erfitt yfirferðar og maður er að skælast þetta á vélum við erfiðar aðstæður og eftir erfiðan daga þá sem tíkur sér óskoðum er maður að þessu. Svo þegar maður sér árangurinn síðar þá efast maður ekkert það, maður er að vera að þessu. Og sum árin eins og við getum kannski sýnt þér á mynda þá lifði ekkert nema það sem var í hjólförum eftir dráttarvélina og þá spyrir maður sig af hverju er maður að henda mörgum tonnum áburði og frægi og þetta er árangurinn en svo er bara þrautseigjan að það er að halda áfram að hætta ekki því að við veit að þessi litli gróður sem fyrir hann styrkist í hver skipti sem fær áburðar þá heldur það áfram. Það var gaman að fá að heimsækja Guðmund á Bíldsvelli. Og þakka ykkur sem horfðuð á þáttinn. Ég er hér að vikuliðinni með nýjan þátt af Græðum landið og þá með að sjálfsögðu nýtt og spennandi efni.
Góða stundir.